Við erum í viku 3 í Webfortune 1 núna og ætlum að byrja að fara yfir CSS í dag, en í öðrum fyrirlestri. Í dag ætlum við aðeins að skoða, í fyrsta fyrirlestri ætlum við að byrja aðeins að fara yfir verkefni 2 og erum með nokkur lista hérna sem við erum búin að ræða þeim saman um. Þannig að ég er hérna að keyra mína lausn af verkefninu og er hérna með forsíðuna og þá sjáu þið eitthvað sem er að horfa á þetta hérna og er að þú veist, hvernig þetta kemur fram. Þannig að við erum hérna fyrst með fyrirsögnina, síðan erum við með þetta beint í efni og svo fáum við navigationið sem er þá í raun hvað það er sem að þessi vefur hefur upp á að bjóða. Og ef að ég er núna með lista af þessu, þannig að ef ég tabba núna og ég er að tabba hérna og ég byrja á þessu, þá fer ég hérna beint í efni sem fyrsta og ef ég fyrir það þá hoppa ég beint í efni, þannig að ég hoppa yfir valmyndina. Þannig að ég fer hérna í velkomin á listasafnið fyrirsögnuna sem kemur á eftir listasafnið sem er megin fyrirsögn síðunar. Þannig að hér er munur á í raun fyrstu fyrirsögn og annarri fyrirsögn. Þar kemur einhver texti síðan, komdu að skoða list, uppröpunarmerki og svo nánar starfsemina sem er tengill yfir á síðuna. Síðan kemur eitthvað nánar sýningar og þá hoppa ég yfir hérna myndina sem er hérna mynd af hurð með einhverju rauðu þaki og síðan kemur skráðu hópin hérna sýningu, þar kemur aftur mynd og það er eitthvað fólk að skoða list og svo koma linkar fyrir það og síðan fyrir neðan er að opnunatímar sem eru þá í þessum fæti og fyrir neðan það hafðu samband og svo lokum samfélagsmiðlar fyrir Facebook, YouTube og Instagram. Spurning? Varstu með spurningu? Nei? Spurning? Nei? Ok, engin spurning? Engin spurning? Nei, mér bara sýndist þú hafa rétt upp hönd. Ég er bara sjálfhluti. Þannig að ef að við núna prófum eins og við gerðum aðeins í lok seinasta tíma að kveikja á voiceover til þess að hlusta á það sem að kemur núna. Þannig að núna voiceover on universal act bullet for cedar group link visited link bind leaving list to submit you are close you Firefox Lista Safnid, web content, heading level 1, Lista Safnid, visited, link, bind via Qt Ethny, list 4 items, bullet, 4C, bullet, visited, link, Lista Safnid, bullet, link, Sinninga, bullet. Þannig að þarna er búið að vera að lesa yfir þetta navigationið okkar og þetta er náttúrulega ekki íslenskur talgervill, heldur er hann að lesa þetta allt með enskum hreim, en þarna til þess að svara einhver spurningunni sem kom fram að hérna með munin á því að velja, nú er ég á forsíðunni, þannig að hún er í raun ekki, út af því ég er á síðunni, þá merki ég sérstaklega í navigationinu með einhver ákveðnu elementi. Það element sem ég kýs að nota þarna er strong elementið, sem gefur til kynna þá að það er ekki linkur yfir á sjálfa síðuna sem ég er á. Það getur valdið ruglingi ef að ég held ég sé á síðunni, en síðan er samt aðgengileg í valmyndinni. Þannig að ég get smellt á hana og þá fer ég aftur bara á sömu síðu og ég er á. Þannig að meiningin með þessu að geta gert greinamun á því að ég sé inn á ákveðnu síðu eða ekki er það sem ég reyndi að koma frá þarna í lýsingunni fyrir verkefnið. Þannig að ef ég tappa núna tilbaka, fer á listasafnið og vel það, að þá sjáum við munin á valmyndinni að þá er í raun ekki lengur feitletrað fyrir forsíðu heldur listasafnið. Visited, link. You are currently on a banner, inside web content, banner, heading level 1, Lista Safnid. Þannig að núna er ég komin á síðu sem er listasafnið og þá er aftur hérna beint í efni, þá er forsíða núna orðin virkur tengill yfir aftur á forsíðuna, en listasafnið sem er á sama stað ég hefði smellt á hana áður, er núna orðið feitletrað og ekki linkur tilbaka. Það er bara ekki linkur, einmitt, til þess að losna við það að vera með same page link, sem er pælingin hana. Er ekki samt hægt að því ég hef stundum séð eitthvað í vafra þar sem að segir link current page, eitthvað?
Já, hvort það sé einhver leið til þess að merkja að þetta sé virkur tengill en hann sé að vísa á nákvæmlega sömu síðu og ég er á. Já, ekki eitthvað. Það gæti verið einhver ARIA label fyrir það. Ég bara veit ekki, ég skal bara rannsaka það eins. Þannig að svarar þetta spurningunni? Já. Ok, þannig að þá ætlum ég að slökkva á voiceover Universal accept voiceover off. og ég er það núna á umsíðunni og þá er þetta bara efni og það er vitlaust í hérna lýsingun á verkefninu að það er að vera mynd hér, hún er núna, það eru myndir á forsíðunni en það er mynd sem er vísað í af öllum síðunum og það er þessi sharing.jpg mynd sem er þá gerð til þess að sýna síðuna ef að ég myndi deila henni með einhvers staðar. Þannig að ég get sem dæmi farið hérna yfir á vefforritinu á Slackið og þá er ég bara með hérna eitthvað og ég ætla að finna sem sagt finna hérna Slackbot og Slackbot er bara eitthvað svona I however am not a human, just a bot og hérna get ég sagt, þú veist, ég get prófa skipanir í Slack en það sem að, maður sjá, ég ætla nú ekki að hafa þetta hérna, hvernig slekkja já, ok að þá get ég sendt hérna bara eitthvað og, þú veist, Slackbot svara mér ekkert en ef ég fer hérna til dæmis yfir á Vísi og ég vel bara slóðina og, nei, ég ætla nú að gera ekki ég ætla að gera svona og ég ætla að setja Vísi hérna og þá er ég að vonast að segja að þetta fekk ég upp upplýsingar hérna. Forsíða Vísir, á Vísi er hægt að lesa fréttir, skoða brot úr Dagskrá 2, eitthvað sem kemur punktur. Þannig að það sem að gerist þarna er stundum kallað að unfurla. Það er búið að renna í sundur upplýsingunum sem að eru til staðar á þessari síðu og birta eitthvað svona teaser fyrir þetta. Þið vil náttúrulega sé þetta. Þið sér link í Messenger og þá fáið þið eitthvað svona, einhver lýsigögn fyrir linkin. Og það er það sem að meiningin er að gera í þessu hér, að ef ég tek þessa hérna síðu, eins og hún er komin út á vefinn, að þá get ég sérað henni og fengið einhvern útdrátt. Og þá sér í lagi þann sem er gefinn að það er eitthvað svona lýsigögn.md-skrá sem er með, þannig að ef ég séra síðunni, þá fæ ég hérna listasafnið sem titil, svo fæ ég eitthvað texta listasafnið er eitthvað og svo kemur þessi sharing mynd með. Er að fylgja hvað er að gera? Þannig ef ég fer þá inn á Netlify og ég skrái mig inn þar og ég er með hérna þetta sem ég ætla síðan að henda út. Þannig ég er með hérna þetta verkefni keyrandi og ég ætla að fara inn á til þess að muna hvað þetta var. Ég ætla að fara í verkefnalýsinguna til þess að sjá hvaða slóðin og tóli sem ég mælti með sem er Open Social Graph Previewer og ég ætla að slá inn þetta og þá kemur hún hérna og þá sjáu þið hér til hægri fyrsti dálkurinn er edit, þar sem ég get séð í raun það sem var valið, svo kemur copy og þar eru frekar stór listi af þessum OG meta töggum, þannig að metaname OG URL og það er öll slóðin meta property OG 2.type sem er website, OG 2.title, description og image sem er það sem þið áttu að setja inn og svo kemur eitthvað Twitter 2. og svo getur komið mun meira. Þetta er í raun þessir Open Graph er svona ad hoc staðall sem var til frá Facebook það bara hvernig eigum við að kóða þessi gögn. Og svo sjáum við hérna í þriðja dálknum sjáum við mismunandi útgáfur af því hvernig þetta kemur út. Fyrst er Facebook, þá kemur bara slóðin sem svona kicker, nú vitið þið hvað kicker er. Svo kemur titillinn, listasafnið heldur margar áhugaverðar sýningar og stendur fyrir viðbur ... Það er greinilega eitthvað svona hámark sem við ættum kannski að vera að virða af því að við viljum ekki fá svona ... af því að það er ekki gott. Svo sjáum við hvernig það getur komið á X, LinkedIn og Discord og þá er Discord kannski
það besta hérna, það stendur bara, það hefur allan textan okkar og myndina. En þá sjáum við, þarna stýri ég hvað að birtast þarna. Ef að ég set þetta ekki inn, þá kemur kannski Facebook, svona skreiparinn sem að tekur linkin og bara giskar. Þetta fréttasíða, þetta fyrsta fréttin, það mynd og það mynd titill á fréttinni og setur það inn. En það kannski ekki meining mín að fyrsta fréttin sé alltaf það sem að birtist í þessu sem sérað. Þannig þarna hefur við sem vefforritarar tækifæri til að stýra nákvæmlega því sem birtist. Svo tengist þetta líka því að það sem við setjum í description eitthvað sem að Google, þegar það búið að indexa vefinn okkar, að það sem Google birti sem sagt, inngangstextan í sínum niðurstöðum. Og síðan spurning með eins og einhverja AI-botta sem eru að sjúga upp internetið og éta allt margoft á sólarhring, að það líka að taka þessi metagögn og jafnvel birta heyrðu, ég fekk þetta frá þessari síðu og einhver mynd eða eitthvað sem að þið gætu séð. Þetta það sem við viljum vera að sjá? Þetta allavega eitthvað signal það að einhver og einhver staðar sagði þetta titillinn á þessari síðu, þetta lýsingin á því og þetta mynd sem að einhvern veginn relevant við hana. Ok, þetta skýrara? Já, það bara, nefnum einhver annar að segja hana, þá það bara fullkomið. Ok, þá seinasta hérna skráningarformið, þannig núna ég aftur komin í mína sýnilausn og ég bara með formið sem hérna, sem ég reyndar fattaði síðan að sýnilausnin mín vantaði hérna að setja inn val það hvaða sýningu en hérna í raun bara formið og þið sjáu, þetta algjörlega óstílað, þið þurfum ekki að gera þetta betur en þetta bara allt í belg og biðu, þetta í raun, það vantar alveg svona pláss á milli, þetta ólæsilegt eitthvað en þið þurfum ekki að gera meira í þessu verkefni. Næsta verkefni að setja útlit ofan á þetta með CSS. Þegar CSS það sem stýrir útliti, HTML það sem stýrir semantíkinni, merkingafræðinni, það sem við erum að koma fram hérna. Og þá í raun var spurningum hver munurinn á label, bara elementinu og label for. Label þetta element og merkingafræðinni í því að það labelar eitthvað input og input annað element sem leiðir mér að slá eitthvað inn. Þannig ef ég fer hérna allir með nafntengilegar, að þá get ég farið hérna og ég get byrjað að skrifa nafntengilegar Óli og ef ég íti á nafntengilegar út af því að ég búinn að segja að nafntengilegar inn í label elementi með attribútið for sem ID-ið á inputinu og þá smelli ég á það og þá vel ég reytin. Ég get líka tabba hérna í gegnum þetta en ef ég íti á netfangtengilegar, já þetta netfangtengilegar þá hérna það Óli at eitthvað.is. Þannig að svo íti ég á símanúmer, ég íti á það og þá fer það hérna. Svo núna get ég aftur kveikt á voiceover. Accessibility ticked. Bullet link. Og ég ætla list. Ég ætla bara að hoppa beint yfir í reit, það sem þetta make sense. Allah Sininga sema acute bodieru acute valdum deji. Unticked. Þetta var algjörlega óskiljanlegt, en þarna var í raun, nú ég með fókusinn á checkboxinu, allar sýningar sem í boði á völdum degi og út af því að ég búinn að vensla saman textan og input checkboxið, þá það lesið sem heild. Þannig að það í raun allar sýningar sem í boði á völdum degi, unticked, checkbox sem að voiceover segir. Þarna ég bara með label element, ekkert for, en inn í label elementinu ég bæði með inputið og textan og þá býst til þessi samtenging á texta og inputi svona óbeint. Með því að nota for attribútið þá gerum við það explicit en þarna það svona implicit eða svona bein eða óbein tenging. Og svo ef ég fer núna yfir í það sem að það í raun label for 1. Fjöldi acute hóp, stepper. Þannig að þetta segir hún fjöldi í hóp, stepper eða einn fjöldi í hóp stepper. Og stepper út af því að þetta input með type number sem með min og max value og þá get ég ítt upp 2. og þá ég búinn að velja 2 og svo ítt ég aftur upp 3. og nú ítt ég niður 1. út af því og svo ég í einum en ég með min 1 og þá ítt ég niður og þá gerist ekki neitt og ég fæ ekkert feedback frá voiceover heldur.
svo tappa ég yfir í Upplýsingar ho. Edit text. upplýsingar You hóp are currently on a text area. og það text area og það svona multi-line input. Það sem ég get skrifa marga línur að texta F. og ég get bara dundrað inn Fast. You are currently on a text einhverjum texta area. þarna. Þannig að þá þetta, ef við lokum augunum og hlustum á formið, þá ætti ég að geta tappað mig í gegnum það, það er að segja að nota það, eða verið með eitthvað tæki, eða eins og við vorum að skoða í senst tíma, að nota screen readerinn, voiceover sérlagi, til þess að geta fengið þá nákvæmlega hvert einasta input þar sem ég sem notandi á að gefa frá mér eitthvað upplýsingar og þá að vera augljóst hvað ég á að gera. Það er ekki bara eitthvað input text og hvað á ég að skrifa hérna. Og svo íti ég aftur að tapa og þá kemur input text og þetta nafn eða e-mail, ég veit það ekki, af því að það ekki búið að tengja saman einhvern label sem segir til hvað þetta nákvæmlega Svo ég með hérna næsta, sem að senasta sem ég ætla að fara yfir núna, að ég með netfangtengilegar sem label og svo bara með input, en út af því að þessi label í raun required, þá ég með aukalega upplýsingar sem stendur að verður að fylla út í og þá get ég með því að nota aria described by attributið að þá get ég sagt nánari upplýsingar reitin. Þá þetta svona, ok, þetta netfangtengilegar, en svo getur verið netfangtengilegar ætti að vera fullorðinn einstaklingur sem yfir 18 ára og fær upplýsingar þetta. Það getur verið einhver svona nánari upplýsingar sem ekki labelin á þessu. Þetta eru fleiri upplýsingar. Netfangtengilegar required invalid data. Edit text. Firefox has new window. Okay. You are currently on a text field. To enter Oli. Ok, nú gerist ekki það sem ég sagði og það getur verið út af því að ég gerði eitthvað vitlaust en það ekki tekið fram þetta sem hérna verður að fylla út í. Seamanamers Calend 10 at 1 Clarkestund. HVE Lengi collapsed. Pop-up button. You are currently on a pop-up 1 Clarkest 1. 5 Clarkest. Þarna eitthvað, nú veit ég ekki hvort þetta sé Firefox tengingin eða ég hafi klikkað einhverju. 1 Clarkestund. En ég ætla að slökkva hérna á í bili svo ég geti Universal closing menu. 1 Clarkestund. HVE Lengi collapsed. Pop-up button. 1 Clark. Já, ok, nú slökktu nú voiceover. Þannig ég ætla núna bara að fara í inspect element hérna og þá þetta sem við skoðum aðeins í senstu tíma, þessi inspector eða devtools eða inspect, að hérna get ég kíkt að bak við tjöldina á hvernig uppsetningin Þannig hérna get ég farið og séð, ok, ég ætla að velja hérna uppi pick an element og ég finn hérna netfangtengilegar og ég íti á required gaurinn og þá stendur hérna aria bandstrik details jafnt og hópur email details og þá kemur hérna fyrir neðan span með ID-ið hópur underscore email underscore details og eins og ég veit þá á þetta að virka þannig að nú veit ég ekki alveg af hverju þetta ekki að virka þannig að núna myndi ég þurfa að debugga þetta en þú veist þetta hefur svona virkað þegar ég prófaði í Chrome og ég í Firefox þannig að ég bara svona þetta eitthvað Chrome Firefox issue veit það ekki en þetta allavega svona meiri detailar að nota þessa aria attribute til þess að ljá dótið okkar enn meiri upplýsingum sem tengjast á fyrir screen readerna. Já. Það krafa í verkefninu að nota einhver aria element til þess að merkja allt? Nei, alls ekki. Þetta bara ég aðeins að stækka. En þarf eitthvað að skrifa, þarf að fylla út í sjö af því að ef þú merkir inputið sem required, þú notar required attributið, þá áskjáðir svona að segja edit required eða eitthvað svona. Já, og það vissulega rétt og betri lausn. Oft sett svona lítil stjarna við hliðina á titlinum sem á einhvern veginn að gefa líka til kynna. Það er í labelið, ekki? Jú, og þá það yfirleitt sett í labelin, en það oft svona, já, stjarna. Þegar ég sé það í fyrsta skipti þá veit ég ekki að stjarna merki þetta sérstaklega og þá þetta kannski munurinn á því að vera með required sem lesið fyrir þig versus required sem sýnt í viðmótinu. Stundur stendur líka fyrir ofan fields marked star are required. Já, þannig að það eru margar leiðir fyrir þetta og þið hafi örugglega öll þurft að fylla eitthvað form inn á vefnum og hafi lent í því að það sé pirrandi, óþægilegt, óljóst, misvísandi, kasta einhverju villum í ykkur og það út af því að þetta aðgengismáli bara fyrir öll þau sem að fylla inn form. Þetta eitthvað, þú gerir þetta ekki bara eitthvað svona, ég ætla bara að gera það algjörlega lágmarkið, af því að þá verður upplifunin yfirleitt bara frekar með.
Þannig að þetta þær spurningar sem við vorum með, eitthvað fleira sem hefur komið upp. Já. Sko, það sem þarf að gera með ID hérna í raun til þess að geta búið til annarkort hérna label for hópur _ email for attributið, ef þið skoðið það í HTML spekknum, þá segir það verður að vera einkvæmt ID, unique ID á elementi sem tengir þetta saman. Af því að við gætum sem vefforrið að vera að setja upp hérna inputið fyrir hópur email einhvers staðar annars staðar í HTML trén okkar en labelin Það getur verið að við séum eitthvað voða fínt fancy uppsetningu og eitthvað í hönnuninni sem krefur okkur að hafa þetta aðskilið og þá þurfum við ekki að hafa þetta saman inn í labelinu. Já, ég set div hér utan þetta til þess að hópa saman label, input og hérna þessu verður að fylla út í. Þetta ég að segja, það ekkert gott, section finnst mér ekki að vera gott element til þess að hópa þessu saman, en div í eðli sínu bara eitthvað, ég veit ekki hvað ég á að nota, þá set ég það og divið síðan í framhaldinu í CSS-inu verður handhægt til þess að stíla þetta. Þannig að það heldur ekki eitthvað krafa á ykkur að setja div þarna nákvæmlega svona. Þetta bara ég veit að ég mun þurfa div þegar ég fer að setja útlita á þetta. Já. Nei, en það var samt með hérna, það kannski betra hér, þessi hve lengi dropdown, 1 klukkustund upp í 5 klukkustundir, að þar kannski meira. Já, það ekki, já, einmitt, þar mælt með að taka 2 klukkustundir og lengur fyrir sýningar í sal 1, þetta svona klassískt dæmi það, þetta ekki labelin, en þetta svona upplýsingar sem eru mjög relevant ef að þú ert að bóka sýningu, bara til þess hvernig getum við sett upp og hvernig, að því ég bara reyna að fá ykkur til að hugsa, hvernig setjum við þetta upp þannig að þetta make sense með HTML elementunum sem við notið. Nei, það á ekki neitt að gera neitt í þessu. Þetta allt bara, þið eru bara að setja upp formið til þess að gera eitthvað. Við munum síðan seinna í námskeiðinu gera HTML form sem að gera eitthvað með JavaScript, en síðan í vefforritun 2 þá erum við að búa til form sem síðan senda þetta yfir á bakenda sem vistar til gagnagrunn og gera þetta aðgengilegt í einhverju innskráðu þar sem að ég myndi vera að skoða, já, það að koma hópur á mánudaginn. Já, metaproperty í öllum síðunum og það eru þessi lýsigögn, þannig að ef við kíkjum aðeins hér, förum hérna í head, ég bara núna í inspector, head, og þá sé ég hérna að það skráðu þig eða hópinn þinn á sýningarlistasafninu description og description á þessari síðu. Því það mismunandi. Það með að vera sama, ef ég með VF og alla síðurnar geta alveg verið með sömu myndinni, það alltaf lagi. En ef alla síðurnar með sama titlinum og sömu lýsingunni, þá engin munur á allum síðunum. Þetta þá bara ein síða eða, þannig að þá líka vera einhver greinamunur á síðunum. Jú, það lýsigögn MD hérna og hér inni eru alla þessi textar sem ég að nota í minni lausn. Svo bara aftur, ef við förum hérna og skoðum matið á þessu, að þá sameiginlegt efni uppsett, þetta kannski myndfeill hérna, þetta vera 5% partur af þessu, þetta ekki aðalatriði í þessu verkefni, þetta bara svona til hliðar og þetta ef þið viljið ná öllu í verkefninu, þá þetta svona kannski flóknasti parturinn sem ég mest að skilja eftir og við erum búin að fara reynda svolítið grundigt í núna, en það bara flott sko, því að þetta skiptir alveg máli að þetta 5% af 100% í verkefninu. Aðalverkefnið ykkar að skoða HTML element og hugsa hvernig set ég þetta upp, hvernig ég ekki bara taka bara div og strong fyrir þetta, það eru fyrirsagnir, það eru leiðir til að merkja upp svæði, það eru alls konar í HTML, en á samskapi þá þetta samt líka bara tæmandi listi af hlutum sem þið getur notað, þannig að þið hafi alveg tækifæri til að skoða bara allt sem í boði og velja svolítið, en líka bara þið viti, það margt að núti, svo klárið þið bara í verkefni, þið skoðið sýnilausnuna mína
Það má alveg færa rök fyrir því að eitthvað sem ég gerði í sýnlausninu minni sé ekkert kórréttasta, besta, merkingafræðilegasta leiðin til að gera hlutina. Það eru margar leiðir að markinu. Og það bara, þið byrjað að hugsa þetta er nákvæmlega það sem ég vil. Eitthvað fleira? Getur þú farið aðeins í fúterinn? Fúterinn? Ok. Já, því ég gerði þarna hálfveg samband. Já. Þá sett ég unordered list inn í unordered list. Já. Sem má samkvæmt MDN. Já. En W3C gefur við. Ok, og hvernig villu farið? W3C validatorinn gefur villu á einhverja svona uppsetningu og svo getum við getum kíkt á baka tjöldin hérna, þannig inspect á þetta, þá sérðu, ég er með UL og svo er ég með li og svo opnaði það, þar er ég með texta og svo undir því er ég með ul og undir því er ég með li sem er með textanum sem sagt, hafðu samband sem fyrirsögn, UL, li, listasafni, skrifstofur, UL undir því, li, listagata 1 og svo framvegis fyrir allar tengingarnar. Farið villu á þetta í... Það kemur element UL not allowed as a child of element UL. Já, þá ertu með sem sagt, UL sem er hérna, sjáðu, er barn li, en það sem þú ert með, þú ert með það sem barn UL, þú ert með það svona. Og það má ekki. Og þá sérðu líka að það breytist aðeins birtingin í vafranum og þá er vafrinn bara eitthvað, veit ekki alveg hvað það gera, ég ætla að reyna að birta það á einhvern máta. Og þá sjáum við að listasafn skrifstofur fyrir undir öll gögnin hana, út af hún túlkar það að setja UL undir UL, koma undan þá. Og það er líka út af því að það er á undan núna í source order. Þannig að hérna er ég með það UL, li og svo kemur UL sem er barn UL. En það birtist rétt, það sést rétt, það sést eins, en semantically er það vitlaust. Af því að UL má ekki vera barn UL. Þannig að þetta kemur svona, þetta er kannski bara mjög gott dæmi það, eitthvað sem lítur út, þetta lítur nákvæmlega eins út eins og það leit út á þann, en uppsetningin í semantíkinni í HTML-inu er vitlaus. Skiljið? Já. Þetta var rétt á aftur. Þetta er rétt ef að ég get gert hérna, ég get ekki gert það undo, ef þetta fer inn í, ég get ekki reynda að gert það hérna, þannig að ef ég er hérna og ég setja inn í þennan undir textan, svona. Þannig að þá er það UL inn í L-liðinu á eftir textanum. Svo er líka dæmi það í hérna í dæminu í námsefninu, þú veist, eitthvað sem geti verið, þú veist, UL, svona nestaður UL-listar geta verið flóknir út af því bara hvernig maður setur þetta upp. Það má hafa þetta uppsett öðruvísi ef það kemur upp, en þá er náttúrulega spurningin eins og þetta hérna, þú veist, lítur þetta rétt út, ok, það er eitt, en er þetta rétt merkingafræðilega? Og þá getur þú veist, ef þú færð ekki validator villu og þetta make a sense fyrir þér, þá, já. Já, og hvernig settur upp? Texti og svo listi, settur upp bara sem P, þú veist, hvaða element settur upp listasafn, skrifstofur? P-element. Já. 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 Þá myndi ég jafnvel kannski frekar spyrja, ætti það ekki að vera P sem, þú veist, paragraf, þetta er í rauninni ekki paragraf af, þú veist, þetta er ekki setningin í einhverju meginmáli, þetta er meira fyrirsögn. En þú veist, þannig er þetta bara, það er alveg debatable, það er alveg hægt að fara rök fyrir báðu og það er ekkert, þú veist, það er þetta skiptir samt svona, ef þetta er 90% rétt, þá skiptir ekkert öllu máli. Þú veist, það er bara að velja sér eitthvað og gera og ekki bara vera bara með div. Ok, eitthvað fleira? Þá tökum við okkur bara smá pásu og förum svo að kíkja á CSS.